Fundur settur í velferðarnefnd Alþingis. Ég vil bjóða gesti velkomna á fundinn, þau Þórólf Guðnason sóttvarnalækni, Kamilu Sigríði Jósefsdóttur frá embætti landlæknis og Sigríði Dóru Magnúsdóttur og Ragnheiði Ósk Erlendsdóttur frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Og þakka þeim kærlega fyrir að koma og hitta nefndina á þessum annasömu tímum. Efni þessa fundar að ræða bólusetningar 5 til 11 ára barna gegn COVID-19, forsendur bólusetninga barna á þessum aldri og hvernig áætlað eða hvernig vinnan fer fram við að undirbúa og skipuleggja bólusetningar. Gert ráð fyrir að þessi liður fundarins standi allt að klukkustund og ljúki klukkan 11. Formanni þó kunnugt að sóttvarnalæknir þarf að fara fyrr af fundinum vegna annarra brýnna verkefna. Eftir þennan lið fundarins verður gert stutt hlé á fundinum til 11:15 þegar að heilbrigðisráðherra og fulltrúar heilbrigðisráðuneytis mæta til fundar. Formaður vill byrja á því að biðja nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar á forsætisnefnd. Fyrirkomulagsfundarins verður með þeim hætti að fyrst muni gestir vera með mjög stutta framsögu málefni fundarins og síðan fá nefndarmenn orðið til að bera upp spurningar og ég vil biðja við þurfum alla að vera mjög hnitmiðuð í okkar spurningum. Nefndarmenn beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndarmenn einverðungu beina spurningu til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðuna málefni sín á milli. Og nefndarmenn jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. En þá vil ég hefja fundinn og gefa Þórólfi orðið fyrst og hann mun þá síðan beina því til næsta gest í framhaldi. Já, takk fyrir það og takk fyrir boðið. Eins og framkom hérna í inngangi þá fyrir miður þarf ég að fara bara mjög fljótt af þessum fundi en vegna annarra verkefna en á fundinum minn fulltrúi þar að segja Kamila Jósefsdóttir sem yfirlæknir bólusetninga hjá sóttvarnalækni og ber svona hitann og þungan af undirbúningi bólusetningar almennt séð við COVID-19 og þar á meðal bólusetningu barna og í samvinnu við heilsugæslan almennt séð og þá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem hér þannig að ég held að sé bara rétt að ég gefi Kamilu orðið fyrir mína hönd. Takk fyrir, gerðu svo vel Kamila og ég vil þú rétt það sem ég sagði í inngangi að Kamila frá sóttvarnalæknis. Góðan dag. Við höfum lagt drög að því hvernig fyrirkomulag verður á bólusetningu 5 til 11 ára barna eftir að Lyfjastofnun Evrópu gaf út markaðsleyfi fyrir þennan aldurshóp. Það unnið í samvinnu drögin unnin í samvinnu við þá sem að sjá tölvukerfin sem hafa haldið utan COVID-bólusetningarnar, heilsugæsluna, bæði heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðinni. Og eins hefur umboðsmaður barna, þjóðskrá, skólastjórnendur og Samband íslenskra sveitarfélaga og menntamálaráðuneyti komið að þessu. Áætlunin sú að í upphafi ársins 2022 verði send út SMS-skilaboð og eða tölvupóstur á forsjáraðila 5 til 11 ára barna á Íslandi á landsvísu. Þeir fá í þessum skilaboðum hlekk á vefsíðu sem merkt þeirra barni eða hverju barni sem á þessum aldri
og þar þarf að taka afstöðu til þess hvort að forsjáraðilar eru tilbúnir að þiggja bólusetningu eða vilja bíða eða vilja afþakka bólusetninguna. Báðir forsjáraðilar sem að eiga lögheimili með barninu eða barnið á búsetu hjá munu fá hlekkin og geta svarað og ef það verður misræmi í svörunum að þá skráist það sem ósamþykkt. Þegar þessi skráning komin að þá merkist barnið á viðkomandi hátt í bólusetningakerfinu sem hefur verið notað fyrir COVID-bólusetningarnar, annaðhvort að bólusetning hafi verið samþykkt eða ekki og þá sér heilsugæslan sem að fær barn til sín hvort að búið að samþykkja eða ekki. Ef að bólusetning samþykkt að þá verður til strikamerki eins og þið kannski við frá bólusetningu fullorðina og það eru sömu aðilar sem að fá það strikamerki og geta áframsent á einstaklingar sem að þau óska eftir að fylgja barninu bólusetningu sem að þau þurfa það jafnframt að tilgreina á vefsíðunni. Þetta svipað fyrirkomulag og núna haft á með skráningu í sóttkví eða smitgátt þar sem að vefsíðan verður til með öruggum hætti og á ekki vera hægt að finna síðu einhvers annars. Þegar átakið verður svo að þá aðeins misjafnt eftir sveitarfélögum hvernig framkvæmdi verður. Við skiptum þessu svolítið eftir skólum hér á höfuðborgarsvæðinu og verður bólusett í skólunum á höfuðborgarsvæðinu en út landið að þá nýtist mannskapur heilsugæslunnar sumstaðar betur ef þetta gert á heilsugæslunni og það aðeins mismunandi líka hvort það verður á venjulegum vinnutíma eða skólatíma eða hvort þetta verður utan venjulegs vinnu og skólatíma. Það sem enn óljóst í þessu að persónuvernd á eftir að skila áliti á því hvort þetta fellur undir lög og heimildir sem að sóttvarnalæknir og heilbrigðisþjónustan hefur nú þegar varðandi bólusetningar eða hvort það þarf að gefa út sérstakt leyfi og það þá fyrst og fremst út af því að þar sem að bólusetningi fer fram í skólum að þar þurfum við til þess að hafa fyrirsjáanleika í magni og bóluefni sem á að fara í hvert skóla. Þá þurfum við að vita hvaða börn í hvaða skóla til þess að vita hversu mörg börn í hverju skóla hafa óskað eftir bólusetningu eða forsjáraðilar hafa óskað eftir bólusetningu. Takk fyrir. Og má ég þá bjóða heilsugæslunni að koma örstuð inn? Á ég að byrja, Sigurdóra? Ekki. Takk fyrir þetta. Kannski eins og Kamilla kom inn á að þá þegar að koma að útfærslu liðnum hér allavega á höfuðborgarsvæðinu að þá voru nokkrir möguleikar skoðaðir. Við sáum í fljótu bragði að við gætum ekki notað Laugardalshöllina fyrir þennan aldurshóp að það væri ekki skynsamlegt. Þannig að við fórum að skoða aðra kosti og skoðum hvort við gætum hugsanlega tekið þetta inn á heilsugæslustöðvarnar til okkar. En raunin svo að heilsugæslustöðvarnar eru flestar frekar litlar og við sáum að við gætum aldrei framkvæmt þetta þar með góðu móti. Þannig að það var vinnuhópur settur á laggirnar sem að komst að þeirri niðurstöðu að skólarnir væru ef við gætum fengið aðstöðu þar, að þá væri þeir ákjósanlegu vettvangur. Við heilsuvernd skólabarna starfandi í öllum skólum þannig að við höfum góð tengsl þar inn í skólana og það eru skólahjúkrunarfræðingar starfandi í öllum skólum á landinu. Þannig og eru vanir að bólusetja. Þannig að hugmyndafræðin svo að það eru skólahjúkrunarfræðingar í hverjum skóla þá sem að skipuleggja þá hvar besta aðstaðan í hverjum skóla og í samráði við þá skólastjórnendur og hvernig það útfært. Það sem við erum kannski að vinna að núna líka að hugsanlega verður felldur niður, allavega skertur skóladagur ef ekki felldur niður. Það það sem við erum að vinna með menntamálaráðuneytinu og sveitarstjórnum að við teljum það svona bæði út frá sóttvarnasjónarmiði og eins svona persónuverndarsjónarmiði
að þá væri það æskilegast ef við gætum fellt niður skóladag þennan dag. Það væri þá bara 1 dagur í hverjum skóla og þannig teljum við okkur geta framkvæmt þessa aðgerð sem best. Eitthvað fleira, Sigurdóra? Nei, ég má kannski bæti við að þegar í hvern einasta skóla búið að fara fulltrúar frá heilsugæslunni og slökkviliðinu því þeir náttúrulega svo vanir að skipuleggja viðburði bæði með tilliti til öryggis og sóttvarna og það pínlítið mismunandi útfærslur á hverjum stað en þetta svona það sem hefur verið haft í huga alls staðar, það aðgengi því það gert að fyrir foreldrar að koma með börnunum og fara ekki inn í skólan en líka persónuverndin, öryggi á staðnum. Þannig að það búið að skoða þetta allavega af mjög mörgum aðilum sem eru vanir að skipuleggja svona viðburði og bólusetningar. Þannig að það allavega búið að reyna að undirbúa þetta eins vel og hægt Já, og einmitt gott að það komi fram að það verður ekkert bara bólusett nema í fylgt forsjáraðila eða þess aðila sem að forsjáraðila nefnir. Þannig að þetta ekki svona hefðbundna bólusetningar í skólum þar sem að börn eru bara bólusett, þetta ekki slík aðgerð. Og þannig að þegar fólk samþykki bólusetninguna og ef það ekki forsjáraðili sem kemur með barninu, þá gefur þau upp í samþykkinu hver kemur með barninu, hvað það amma eða frænka eða hvað sem Þannig að þá að vera alveg hreinu þegar barnið kemur í skólan að það sé vitað hver fylgir því. Já. Takk. Þakka ykkur fyrir Sigríður Dóra Magnúsdóttir og Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þá opin mælendaskrá og ég vil biðja nefndarmenn að skrá óskaftir orðinu í spjallglugganum á þessum fundi. Það það sem við þurfum að nota. En fyrst fær orðið Halldóra Mogensen sem átti frumkvæði af því að biðja þennan fund. Svo vel, Halldóra. Já, takk fyrir formaður og takk kærlega fyrir þessa yfirferð. Mér sýnist svona mikið hafa verið hugsað áfram svona út frá því sem við sáum í fréttum upphaflega, þá sýnist mér að svona aðeins vera komið að huga meira að persónuverndarsjónarmiðum og öðru. En mér langar samt til þess að spyrja ykkur í ljósi þessari upplýsinga hvernig þetta verður, ef þið ætlaði að hafa þetta inn í skólanum og því það sem ég hef áhyggjur af ef við tryggjum ekki nægilega vel persónuvernd og friðhelgi einkalífs barnanna, það verði þá bara gæti þau orðið fyrir fordómum og öðru. Þannig að það skiptir máli, til dæmis verður það þannig að kennarar verði viðstaddir, verða kennarar viðstaddir og fá upplýsingar bólusetningarstöðu út frá því bara að sjá hverjir mæta og hverjir mæta ekki, verður börnum dreift á mismunandi tíma yfir daginn í skólanum þannig að það sé ekki allir að koma á sama tíma og þar af leiðandi geta allir séð hverjir eru mættir og hverjir ekki. Búið að huga að þessu nægilega vel þannig að við séum að tryggja það sé algjörlega öruggt, að það enginn sem sér hvaða börn mæta og hvaða börn ekki og því við megum ekki gleyma því að börnin eru að mæta ekki út frá óskum og foreldrana og við verðum að passa það að börnum sé ekki mismunað eða verða fyrir einhvers konar fordóma áreiti vegna ákvarðana foreldra fyrir þeirra hönd. Þannig að þetta svona kannski mín helsta spurning en svo langar mér líka aðeins þess að spyrja varðandi upplýsingar sem liggja baki þessara ákvörðunartöku og gögnin í samanburði við fullorðna. Hversu umfangsmiklar rannsóknir liggja að baki því að bólusetja börn? Það jafn ítarlegt ferli sem hefur farið fram þar og með börnin? Ég spyr vegna þess að börn hafa orðið miklu minna veik og kannski ef þau horfið tilbaka þessi 2 ár, þessi reynsla sem við höfum af COVID so far. Hversu mikið á Íslandi hafa börn verið að veikjast alvarlega? Það að segja, hvað bara þörfin sem kallar á þetta, við séum að bólusetja þennan hóp út í væntanlega þetta að hugsa til þess að vernda þessi börn og það bara spurningum, þörf á því. Og svo hitt varðandi ég smá áhyggjur af þessum nokkur þúsund konum sem hafa upplifað breytingar á túrhringnum sínum, misalvarlegar breytingar. Og mér líður eins og það hafi aldrei verið virt að vetti. Þessi skoðun sem var gerð af Lyfjastofnun fannst mér voða rýr
og mér langar til þess að spyrja hvort það sé verið að horfa til þessa hóps kvenna sérstaklega og hvernig það metið í svona samhengi við þessa ákvörðun að bólusetja börn. Kærar þakkir fyrir þetta. Já, takk fyrir. Þá vil ég fyrst bjóða fulltrúa sóttvarnalæknis að bregðast við. Sigríður, gerðu svo vel og síðan hefur. Takk fyrir. Varðandi, ég ætla að byrja á að svara spurningunni varðandi gögnin og þörfina, hvaða upplýsingar liggja fyrir bólusetningu barna. Það eru gerðar samskonar rannsóknir á börnum og voru gerðar hjá fullorðnum með þessa bólusetningu. Það var fundið út, fyrst var byrjað á því að finna út hvaða skammt ætti að nota, svo var gerð stærri rannsókn þar sem að fleiri börn fengu þann skammt. Auk þessara venjulegu svokallaðra þriðju fasa rannsóknar þar sem er verið að skoða hver svörunin við bólusetningunni og hverjar aukaverkanir eru, þá var bætt við viðbótar öryggishópi vegna þess að hjartabólgur, bæði hjartavöðvabólga og gollurshúrsbólga hafa komið fram við bólusetningar eldri barna og fullorðina og þess vegna bætt við öryggishópi og það komu engar alvarlegar aukaverkanir fram, hvorki í aðalhópnum, þar sem hafa bæði verið að skoða svar við bólusetningu og öryggi, né í þessum sérstaka öryggishópi. Að því sögðu þá þá klárlega ekki mjög stórir hópar undir. Þetta voru samtals í kringum 2600 börn sem voru komnar upplýsingar áður en EMA, Evrópska lyfjastofnunin gaf út markaðsleyfið, en þessir hópar þeim verður fylgt áfram eftir. Við erum samt svo heppin að í Bandaríkjunum var byrjað að bólusetja í október og í desember kom út fyrsta uppgjörið á tilkynningum á aukaverkunum í þeirra kerfum. Þá var búið að gefa rúmlega 7 milljónir bóluefnisskammta til barna á aldrinum 5 til 11 ára. Þar voru 5 milljón sem voru bara búin að fá 1 skammt og 2 milljónir sem voru búin að fá 2 skammta. Tíðnin á hjartabólgum í þessum hópi var stærðargráðu minni heldur en hjá eldri börnum og það í takt við það að almennt eru hjartabólgur, bæði gollurshúrsbólga og hjartavöðvabólga, mun sjaldgæfari hjá 5 til 11 ára börnum af öðrum orsökum eða öllum orsökum. Það áfram fylgst með þessum eftirlitskerfum og kemur væntanlega uppfærsla á þessum upplýsingum þegar stærri hópur hefur fengið báða skammta því að hjartavöðva og gollurshúrsbólgur eru heldur algengari eftir seinni skammtin allavega í öðrum aldurshópum. En það hugsanlegt að það verði ekki alveg sama mynstur í þessum aldurshópi þar sem að hjartavöðvabólga sjaldgæfari í þessum aldurshópi almennt. Aðrar alvarlegar aukaverkanir komu ekki fram í þessum hópi sem voru óvæntar. Þetta var allt sambærilegt við það sem áður þekkt og ekki aukin tíðni á fjölkerfa bólgusjúkdómi eða öðru sem hefur verið vangaveltur hvort að bólusetning geti valdið eins og COVID. Nánast allar aukaverkanir og sérstaklega þessar alvarlegu aukaverkanir eru algengari eftir COVID-sjúkdóminn heldur en eftir bólusetningarnar og það á við alla aldurshópa líka þannig. Varðandi þörfina, það hefur verið lítið alvarleg veikindi í þessum aldurshópi hér á Íslandi. Það hafa ekki komið til innlagna síðast þegar við höfum ekki fengið tilkynningar innlagnir í þessum aldurshópi hingað til. Það hafa verið gjörgæsluinnlagnir í öðrum aldurshópum og það aldrei léttvægt og þetta aldurshópur sem hefur núna undanfarnar vikur verið undir mjög miklu höggi frá COVID lögð. Það gríðarlega stór hópur í þessum aldurshópi sem hefur verið í einangrun undanfarnar vikur og mánuði. Þetta að hafa mjög mikil áhrif á þeirra líf og við vitum ekki ennþá allt það hvernig langvarandi eftirköst eftir COVID-sjúkdóminn koma fram hjá börnum á þessum aldri. Við vitum að í eldri aldurshópum að þá
langtíma eftirköst eftir COVID sjaldgæfari ef að einstaklingu var bólusettur áður en hann fékk COVID. Það eitt sem við höfum haft í huga, en í öðrum löndum hafa komið til gjörgæsluinnlagnir, fjölkjarnabólgusjúkdómur, blóðtappar, allt mögulegt vegna COVID í þessum aldurshópi og við vitum það að bólusetningin getur haft aukaverkanir en þær eru mun léttvægari heldur en bæði bráð og langvarandi eftirköst eftir COVID-sjúkdóm. Það sem að kannski ekki síður mikilvægt að ef að bólusetningaþátttaka ágætt að þá dregur verulega úr líkum á því að smitt dreifist í þessum aldurshópi. Það dregur úr hættu á að bólusettur einstaklingur smiti aðra í fjölskyldunni, þannig að það hefur líka bæði áhrif innan skóla og innan fjölskyldu en eins út í samfélagið að þá mun dreifing vera minni og áhrifin af góðri þáttöku í bólusetningu barna talin vera viðlíka og áhrifin af sumum af þessum samkomutakmörkunum og þessar aðgerðum sem við höfum beitt hingað til. Varðandi tíðatruflanirnar að þá það hefur verið haldið áfram að fylgjast með þó að það hefur ekki farið hátt hér á landi. Það komu fram gögn frá Noregi núna rétt fyrir jól sem benda til að það sé aukin tíðni á tíðatruflunum eftir COVID-bólusetningu heldur en bara gengur og gerist í meðal mánuði. Það aðeins algengara að konur sem að fái tíðatruflanir eftir fyrsta skammt fái þær eftir annan skammt heldur en við hefðum búist við, en þetta ennþá, við höfum engar skýringar á þessu ennþá, en það mjög mikilvægt að hafa það í huga tíðarhringurinn snýst ekki bara hormónstarfsemi, ónæmiskerfið það sem að setur blæðinguna á stað í legbólnum, í legslímhúðinni, það blóðstorku áhrif og bólusetningar og smitsjúkdómar geta haft áhrif bæði á ónæmiskerfið í heild sinni, hvort það í húðinni eða í legslímhúðu annars staðar, og eins á storkukerfið. Það verið að rannsaka þetta og það grein sem okkur langar til að birta hjá embætti landlæknis sem að ég býð yfirlestrar frá sérfræðingi kvensjúkdómalækna á. En við erum ekki að hunsa þetta, við erum að fylgjast með þessu en við höfum bara mjög fátt að segja ennþá því að skýringarnar höfum við ekki. Það ekki samskonar virkun í legslímhúð hjá börnum á þessum aldri, þannig við höfum ekki vonað því að það verði einhverju truflanir nema mögulega hjá þeim stúlkum sem að því komnar að hefja blæðingar, sem ekki stór hópur á þessum aldri en það getur þó verið allt niður í 9 ára. Varðandi fyrirkomulagið og vitneska kennara þá kannski ágætt að heilsugæslan komi inn á það líka, en ein af ástæðunum fyrir því að við höfum verið að ræða það að hafa annarkvort algjöran starfsdag eða skipulagsdag þannig að kennarar séu bara annar staðar og börnin fari svo bara heim að lokinni bólusetningunni, eða skertan skóladag þar sem að börnin sem að mæta í bólusetninguna mæta örlítið fyrr heldur en bekkjarfélagarnir og mæta svo allir á sama tíma inn í skólastofu og ekki sýnilegt kennurum hverjir voru komnir áður til að fá bólusetninguna. Ég vil ekki máli mínu. Takk fyrir Kamilla og Ragnhildur Ós, má þá bjóða þér að bregðast til? Já, kannski þegar við vorum varðandi persónuverndina í framkvæmdinni þá lögðum við ríka áherslu á það þegar við vorum að skipuleggja þetta og við þá skólahjúkrunarfræðinga að við værum ekki að búa til litlar Laugardalshallir í hverjum skóla, skiljiði. Við erum meira að horfa á litlu rýmin eins og bara skólastofur eða fleiri minni rými þar sem hægt að sinna hverju barni betur. Og það þær aðstæður sem við vorum að horfa til þegar var verið að velja í hverjum skóla. Ástæðuna fyrir því að börn fari ekki í bólusetningu eru margar. Það eru mjög mörg börn sem eru búin að fá COVID núna nýlega og eru þá ekki ekki mælt með bólusetningu.
Þannig að ég hef kannski minni áhyggjur af því vegna þess að ég held að verði töluverður fjöldi barna sem að fari ekki í bólusetningu annarkvort samkvæmt vali eða vegna þess að það hefur fengið COVID. Þannig að ég hef minni áhyggjur af því að það verði svona einhverja vangaveltur þar. Hins vegar það mjög mikilvægt og við komum þeim líka svona skilaboðum til foreldra að ræða svolítið við börn sín og undirbúa börnin undir, því við getum aldrei fyrirbyggt það að börn tali saman. En við getum búið til ákveðnar aðstæður og innan skólana og reynt að fyrirbyggja. Við erum líka mælt til þess, við vorum svolítið að horfa til þess, vildum fá yngstu börnin fyrst af því að þau eru náttúrulega bara minnst þreytt þegar svona í upphafi dags og vildum svona beina því til þeirra sem væri að skipuleggja hver á að koma á hvaða tíma að taka yngri börnin fyrst. Og síðan koll á kolli, en við lögðum líka til að væri snjallt að skipta oft árgöngum upp eftir fæðingardegi. Að þeir sem eru fæddir fyrir hluta árs og svo seinni hluta árs, svona hafa svolítið svona mix-match í því hvernig er verið að boða hópana. Já, það var svona, þannig að við erum svona að reyna hvað við getum að varðandi kennarana, þá svo sem get ég kannski ekki sagt til það hvort að það er ekki okkar höndum að segja hvort að kennarar eiga að vera í skólanum eða ekki, en það eru skólastjórnendur sem að stýra því alfarið. Við erum eingöngu að fá þarna húsnæði í skólana svolítið að láni. Takk. Kannski bara rétt að ítreka það að kennarar koma ekki að þessari bólusetningu og það er bólusett í öðru rými, það er bólusett nálægt inngangnum, það er bara ekki síst út á sóttvarnasjónarmiðum því að foreldrar ekki komin í skólana. En þarna koma foreldrarnir inn, þannig að þetta verður ekki á skólasvæði, þetta verður ekki, þannig að við þurfum bara að hafa það í huga. Þetta er ekki á forsjá skólana, við erum bara að fá lánað húsnæði að því, bara eins og við segjum, krakkarnir þekkja til í skólanum, þau eru örugg þar og það er verið að bólusetja í skólanum alla daga, alltaf. Bara rétt að því að myndist á að það væri verið að bólusetja börnin samkvæmt ósk foreldra, það er náttúrulega alveg rétt, þetta eru ung börn, en börn hafa mjög mikla skoðanir á bólusetningum og vilja fara í bólusetningu því þau eru mjög ósátt með þessar takmarkanir sem þau upplifa. Geti ekki heimsótt af og ömmu óhrædd og alltaf stöðu og sótt kvíðanangranir og okkur svona, þannig að þau hafa mjög mikla skoðanir á þessu líka. Ábyggilega hvort tveggja og við bara virðum þær skoðanir, það er alveg hvort við viljum bólusetningu eða ekki. En svo held ég náttúrulega bara að grunnstefið í þessu verður að vera hvernig orðræðan er, þetta er valkvæð bólusetning, við mælum klárlega með henni en það getur mjög margar ástæður fyrir því hún er ekki og við þurfum að tryggja að orðræðan út í samfélaginu sé þannig að það breyti engu í viðmóti, hvort þú bólusettur ekki, þetta er þitt val þinna fjölskyldu og við þurfum að ganga undan með góðu fordæmi með umburðarlyndi í orðræðinni. Takk fyrir Sigríður Dóra. Halldóra hefur beðið að fylgja örlítið eftir en síðan snúum okkur að mælingardagskráni að öðru leyti. Takk fyrir, það var ein spurning sem er búin að brenna á mér dálítið lengi og ég bara gleymdi að spyrja og það er varðandi hvernig flokkun er á óbólusettum og bólusettum og því maður heyrir rosalega mikið í fréttum og þá er verið að tala þetta margir óbólusettir liggja inni og annað. Hvernig er þetta flokkað og eru einhver hrágögn, hvernig því oft eru þeir sem eru óbólusettir, það eru margir mismunandi hópar. Það getur verið fólk sem er með undirliggjandi sjúkdóma og bara er ekki ráðlagt að bólusetja sig, það getur verið einstaklingar sem taka bara sjálfstæða ákvörðun að bólusetja sig ekki, það getur verið alls konar. Þannig að þegar það er verið að tala óbólusetta, er þetta eitthvað sem, til dæmis eitthvað sem hefur bara fengið eina bólusetningu eða tvær, eða hvernig er þetta nákvæmlega flokkað? Það væri mjög fróðlegt að heyra frá okkur. Takk. Hver vill bregðast við þessari spurningu? Kamilla? Já, ég tek þetta til mín. Í þessum gögnum sem við birtum með óbólusetta að þá byggir það á því hvort að bólusetning hefur verið skráð í grunnsóttvarnalæknis eða ekki. Við erum með síur í kerfunum þannig að ef þú greinist með COVID innan 2 vikna eftir fyrstu bólusetningu þá telstu samt óbólusettur. Svarar þetta spurningunni?
ef þú greinist með COVID innan við 2 vikur frá fyrstu bólusetningu? Já. Það? Já, ok. Því að þá ertu talin hafa smitast áður en að bólusetningin í rauninni hafði tíma til þess að gera nokkuð gagn. Og ef þú ert til dæmis bara í viðkvæmum hóp, þar að segja með undirliggjandi sjúkdóma og ert óbólusettur þess vegna, þú veist, er þessi gögn, þú veist, eru þið sjálf að halda utan það, þú veist, hvaða einstaklingar eru smitaðir, leggjast inn á spítala, þú veist, alvarlega veikir, þú veist, versus, þú veist, ekki heilbrigðir, en þú veist, einstaklingar sem eru ekki með undirliggjandi sjúkdóma, sem eru óbólusettir, þú veist, eru þið að halda utan þetta einhvern veginn? Mögulega spítalinn, en við höfum ekki þessi guð. Okay. En nú þurfum við að stoppa þetta samtal og snúa okkur á mælendaskránni og næst fær orðið Guðmundur Ingi Kristinsson. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og takk fyrir komuna. Nú erum við að tala börn 5-11 ára. Og það var að tala rannsókn áðan. Það sem mér langar að vita, hvaða rannsókn þetta og þetta bara ein rannsókn? Hvenær eða fleiri, hvenær voru það þá gerðar? Eitthvað langan tíma voru þær framkvæmdar? Og hvaða stofnanir gerðu þetta eða stofnun? Síðan erum við að tala núna nýja tegund af veiru, Omikron. Og litlar upplýsingar hana hafa. Hvaða fyrirbæri á ferðinni? Hvað réttlæti þá að sprauta 5-11 ára börn gegn veiru með gamla Pfizer-efninu sem framleitt löngu áður en Omikron kom fram á sjónarsviðið? Takk fyrir Guðmundur og má ekki bjóða þér að bregðast við, Kamilla? Takk. Rannsóknin sem að markaðsleyfi byggir á gerð af framleiðanda bóluefnisins. Það eins og bara tíðkast almennt þegar lyf eru tekin í notkun og þá það framleiðandi lyfsins sem að vinnur fyrstu rannsóknirnar. Öryggisuppgjörið frá Bandaríkjunum að það hins vegar á vegum bandarískra yfirvalda. Það tilkynningar til kerfi sem heitir WAFA-ERS. Það í rauninni sambærilegt við tilkynningakerfi hjá okkur sem að Lyfjastofnun tekur við, þar sem Lyfjastofnun tekur við tilkynningum og eftir að bólusetningin varð almennt aðgengileg í Bandaríkjunum þá eru mjög margar stofnanir þar í landi sem eru að fylgjast með þessu en það ekki búið að gefa neitt út nema þetta tvennt, annars vegar frá framleiðanda og hins vegar þetta uppgjör sem að CDC sem bandaríska sóttvarnastofnunin gerir upp úr þessum tilkynningum til vers. Hversu langur tími, þetta var grunnrannsóknin frá Pfizer, eftirlitstíminn var að meðaltali 2,3 mánuðir, það var í rauninni aðalega 3 mánuðir en þeir halda því áfram og munu birta áframhaldandi uppgjör. Öryggisþýðið aukahópurinn, það var ekki nema 2-4 vikna eftirlit en alvarlegustu aukaverkanirnar eftir bólusetningu koma fram innan fárra daga. Þannig að það fullnægjandi fyrir það sem við vitum alvarlegar aukaverkanir og svo að sjálfsögðu verið að fylgjast áfram með til að afla nýrar þekkingar. Varðandi bóluefnisgerðina, þetta náttúrulega saman bóluefni og við höfum fengið frá Pfizer, þó þetta sé minni skammtur. Það komið fram gögn að 3 skammtar hafi sambærilega áhrif gegn Omikron og 2 höfðu gegn Delta. Við höfum ekki sérstök gögn varðandi börn en þá við vonumst til þess að þau muni koma frá Bandaríkjunum innan einhverja vikna en við eigum í rauninni ekki von á því að það sé öðruvísi miðað við bara hvernig ónæmiskerfið hjá börnum og þessum aldrei virkar í samanburði við fullorðna, þá eigum við jafnvel von á því að 2 skammtar séu öflugri vörn gegn Omikron í þessum aldurshópi heldur en hjá öðrum aldurshópum, en við vitum það samt ekki ennþá. En þetta munum við vonandi afla þekkingar innan skamms. Varðandi það hvort það sé réttlætanlegt að byrja bólusetningar áður en það liggur fyrir, þetta þarf að vera valforeldrana, við þurfum að leggja fram þær upplýsingar sem við höfum. Ef að virkning gegn Omikron sambærileg hjá börnum og hjá fullorðnum eða betri, þá töpum við tíma á því að bíða og sjá
það eru komnar fram upplýsingar að þessi bólusetning sé örugg fyrir þennan aldurshóp. Það eru aldrei komnar upplýsingar 2 milljónir barna með 2 skammta áður en að við tökum upp bóluefni í almennum bólusetningum á sama hátt. Þetta er sérlega skipulagt ferli allt saman og við í rauninni erum í betri stöðu gagnvart þessari ákvörðun heldur en við erum stundum þegar við erum að mæla með bólusetningum við öðrum sjúkdómum. Takk fyrir Kamilla og þá vil ég gefa Ásmundi Friðriksssyni orðið næst, gerðu svo vel. Já, góðan daginn og takk fyrir að mæta og óska ykkur gleðilegar hátíðar og farsældar á nýja ári. Nú neyðarástand og það þarf að bólusetja alla heimsbyggðina, það kemur fram og það hefur komið fram hér í þessu að nefnda áður að á landsbyggðinni eru börn bólusetja undantekningarlaust í skólum og Sigríður Dóra kemur inn á það að það er verið að bólusetja alla daga í skólunum. Þess að spyrja nú kannski bara framhaldið því, hver þá hættan á sérstökum fordómum út af COVID, það er náttúrulega alltaf einhver börn sem er ekki bólusett og svo spyr ég bara hvort að áhættan af því að bólusetja börn miðað við þann hraða sem hefur verið á framleiðslu þessara lyfja, hvort að áhættan sé bara ekki, hvort hún sé ásættanlegt miðað við það ástand allt. Og takk fyrir það. Þannig að það hefur komið fram til mér frá þessu. Má bjóða þér að bregðast við þessu Sigríður Dóra? Nú heyrist ekki. Fyrirgefið, það var frekar Kamilla sem tekur þetta með framleiðslu bóluefni sinn sko, en bara ítreka það sem ég sagði áðan að við náttúrulega þetta snýst mest að orðræðu og viðbragðin í skólanum þar sem það er alltaf verið að bólusetja og eins og var bent á áðan að það eru fjölmargar ástæður fyrir því að börn kom ekki í þessar bólusetningar. Þau getur líka verið með nýlegan COVID-sjúkdóm þannig að það getur verið svo, þannig að við þurfum ekki að vera, þau eiga ekki að þurfa að rökstyðja þetta í sínu lífi frekar en annað. Takk fyrir Kamilla. Vilt þú bregðast við líka? Gerðu svo vel. Já, það er í rauninni hraðinn sem að þetta hefur verið unnið með þróunin á þessum bóluefnum er í rauninni svolítið orðum aukinn því að þetta byggir á 20 ára reynslu í þróun bóluefna af þessu tagi þó að það hafi engin önnur bóluefni komist almennan markað sem nota þessu tækni fyrir en COVID-bóluefni komið fram. Þetta er mjög hreinleg framleiðslu aðferð, það eru mjög fá skref, það þarf mjög lítið af auka efnum til þess að óvirkja veiru eða auka stöðugleika eða eitthvað þess áttar. Þetta er unnið á mjög snyrtilegan hátt til þess að sameindirnar sem eru bóluefnið haldi stöðuleika sínum og það er fyrst og fremst bráðaofnæmi sem er örlítið aukin tíðni á umfram önnur bóluefni og er þess vegna þessi sérstaki eftirlitstími og það er náttúrulega hluta til þess vegna sem að foreldrarnir þurfa að dvelja svo lítið í skólunum og það er á bólusetningarstað, hvort sem það er í skóla eða annar staðar og það gerir sóttvarnaráðstafanir aðeins flóknari en annað er það ekki sem að við höfum verulegar áhyggjur af með þessi bóluefni. Þessar hjartabólgur og göllursósbólgur þó að þær séu örugglega mjög óttavekjandi og þá hafa þær ekki reynst hættulegar í langflestum tilvikum. Flest börn jafna sig bara með hvíld og eru ekki nema einhverja daga að jafna sig. Þó það geti verið svolítil spönn.
Kamila, ég kannski bara nefna það er eins og þú hafir horfið úr mynd á hluta bara þannig að þú vitir af því, en þá fær orð. En hafðir ekki lokið málið þínu örugglega? En þá fær orðið Arnar Þór Jónsson. Já, takk fyrir. Heyriði Sæmi Limir? Heyriði mér? Mjög vel. Ok, flott. Heyriði hérna, já, gleðilega hátíð og allt. Það óska ykkur öllum, svo sem líka gleðilegs árs, næsta árs. Hérna, ég vildi kannski fá að spurja upp að við viljum ekki á fundinum lengur eða? Willum kemur á eftir hlé á fundi. Og Þórólfur farinn á fundinum? Þórólfur farinn, en Willum kemur eftir hlé. Ok, hvernig verður fundurinn, sko, verður þetta eitthvað varðveitt, verður þetta skrifað upp það sem kemur fram hérna eða vitið þið það? Fundurinn er í beinni útsendingu og hann er tekinn upp. Ok, flott. Hérna, ég sitt og hlusta á ykkur og í mínum eyrum hringja sko svo marga viðvörunarbjöllur að ég tel að heilbrigðisyfirvöld og alþingi og skólayfirvöld og heilsugæslu, starfsmenn og allir sem að mögulega blandast inn í þetta mál ættu að hugsa mjög alvarlega þá ábyrgð sem að þeir bera gagnvart þessum öllum sem að nú á að fara að draga inn í þessar bólusetningar. Og ég hef heyrt ýmislegt nú þegar á fundinum sem að vekur hjá mér ákveðin ugg í þessu sambandi og hérna ég vil kannski bara, ég ætla ekki að vera mjög langorður en það vekur hjá mér sem sagt ugg að heyra það að þetta í einhverju skilningi sé ákvörðun barnanna sjálfra. Auðvitað geta 5 til 11 ára börn sjálf ekki ákveðið það hvort þau þykja sprautur eða ekki. Og það var líka mjög eftirtektarvert að það var látið fylgja með að partur af þeirri ákvörðun væri að börnin fengju þá aukið frelsi til að heimsækja og af og svo framvegis. Þannig að það þessu tvenn á ekki að blanda saman. Annars vegar erum við að tala um heilbrigðismál sem að lítur að verja væntanlega þá einstaklingarna sem þykja sprautu fyrir sjúkdómi, en það á ekki að gera borgaralegt frelsi í einhverjum skilningi háð því að fólk undirgangist frá sprautu. Númer 2, þá liggur það fyrir. Fyrirgefðu þarna, eins og ég fór yfir upphæðu fundarins, þá eru þessi fundur settur á til þess að alþingismenn geti spurt gestina en ekki komið sínum sjónarmiðum sérstaklega á framfæri. Þetta er nefndarfundur sem er þannig uppsettur, þannig ég vil biðja þau að koma með spurningu til gestana. Ég finnst þetta mál vera á því alvarlegast í að það verði bara með einhverju móti að fá að koma á framfæri athugasemdum og öðru slíku. En mér fannst þá talandi spurningar, þá fannst mér þeirri spurningu ekki vera að svara hér áðan hvort að þeir sem hafa þegið eina sprautu og mögulega 2 og þá mögulega 3 og þá örvunarsprautu séu óbólusettir þegar að viss tími er liðinn frá því að þau fengu sprautuna. Ég vildi kannski beina þeirri spurningu þá aftur til Kamilu. Svo var ekki hún sem svaraði þessu. Getur við fengið skýrt svar við þessu? Takk fyrir. Kamila, gerðu svo vel. Já, í gögnunum hjá okkur að þá gengisfellum við aldrei bólusetninguna. Ef að þú ert búin að fá eina sprautu þá er hún talin virk 2 vikum eftir bólusetninguna og þá telstu með eina bólusetningu eða hálf bólusettur í gögnunum sem við birtum. Ef þú hefur fengið 2 bólusetningar að þá telstu hálf bólusettur þar til að það eru 2 vikur liðnar frá skammti númer 2 og þá telstu full bólusettur eftir það. Varðandi örvunarskammtinn að þá er það frá því að þú færð örvunarskammtinn þá telstu 3 bólusettur. Takk fyrir spurningin minn laut raunar að því hvort að þetta renni út í einhverju skilningi. Nei. Fólk telst þess að full bólusetta sem eftir er þó að það hafi þá bara kannski fengið 2 sprautur eða það. Eins og þetta er sett upp núna, já. Ok. Er ykkur þá bara spurning til þeirra, ekki endilega til Kamilu heldur? Má ég aðeins stoppa?
Mér langar að ítreka að ekki fari fram samtöl, heldur ljúki þingmenn eins og kostur sínum spurningum, en gerðu svo vel, Arnar, og komdu með. Já, það önnur spurning. Hér getur einhver svarað því hvort að það hefur verið fyrir, af því að verðtilkynningakerfi var nefnt, að getur einhver staðfest, það sem ég les út úr þessu kerfi, að tilkynningum hjartavöðvabólgur í Bandaríkjunum hafi fjölgað úr því að vera milli 200 og 300 ári og síðan núna komin yfir 13.000 á þessu ári. Ég ekki með nákvæmar tölur á því, en almennt að þá fjölgaði tilkynningum hjartavöðvabólgur í Bandaríkjunum 40% á milli 2019 og 2020 vegna þess að hjartavöðvabólga töluvert algeng eftir COVID-sjúkdóm. Þannig að má skilja þannig að þið viljið tengja þetta við COVID en ekki við sprauturnar. Sko, er það rétt skilið? Ég ekki með upplýsingarnar fjölda tilkynninga til verðskerfisins, en 13.000 hljómar ekki ósennilega með við þær milljónir sem hafa fengið bólusetningun og við vitum að þetta aukaverkun á bólusetningunni. Þetta aukaverkun á bólusetningunni. Það á samt sem áður að dæla þessi í börn. Nú verð ég að stoppa þig. Það fleira mælindaskál og tíminn styttist mjög ég með eina spurningu viðbót. Að bera upp allar spurningarnar áður en ég hleypi gestunum aftur að. Er það krafan? Ok. Já. En bara komið spurningu núna og svo kemst næsti fyrirspyrjandi að. Ok, má ég þá setja fram nokkra spurningar og svo líki máli mínu? Já, takk fyrir. Ok, takk fyrir. Hérna, er heilbrigðisyfirvöldum kunnugt það að Lýðheilsustofnun Finnlands, Franska læknaakademían og ónæmis- og bólusetningarnefnd Bretlands hafa lagst gegn því að heilbrigð 5 ára börn og eldri séu sprautum með þessu. Er heilbrigðisyfirvöldum kunnugt það að þessar bólusetningar hafi valdið alvarlegu einelti í skólum erlendis og hefur þar segja þá og aðgreiningu í skólum eru heilbrigðisyfirvöld á því að rannsóknir sem gerðar hafa verið af framleiðendum séu trúverðugar og traustar upplýsingar til að byggja á inn í framtíðina og telja, og bara svo það komið fram á fundinum, af því að það hefur komið fram að það sé óvissa, ég heyrði það í máli Kamilu áðan, það sé óvissa uppi það hver áhrifin verði, er það sem sagt í einhverju skilningi kalkuleruð áhætta sem verið að taka gagnvart börnum í þessu tilviki. Takk fyrir, það ekki fleiri spurningar. Já, takk Arnar, Kamila gerði svo vel. Já, þau lönd sem að mæltu með að eingöngu börn í áhættuhópum yrðu bólusett eitt af öðru að falla frá því. Það við erum ekki sérstaklega að fylgjast með fréttum af einelti erlendis frá, en við ætlum að gera það sem við getum til þess að reyna að tryggja að allar upplýsingar bólusetningarstöðu barnana að þau komi þá bara frá börnunum sín á milli og eins og annað sem að þeir fer í milli þá höfum við ekki stjórn á því hvernig þeir bregðast við. Varðandi rannsóknir framleiðenda, við höfum aldrei annað en rannsóknir framleiðenda til að byggja og fyrst eftir að markaðsleyfi eru veitt. Í kjölfarið fylgja svo uppgjör frá löndum eins og við munum náttúrulega fylgjast með tilkynningum til Lyfjastofnunar með þeirra hjálp. Við munum fylgjast líka með uppgjörum á áhrifum bólusetningarna erlendis frá þar sem verið að fylgjast með bólusettum og óbólusettum börnum. Og við munum gera það sem við getum til þess að fylgjast með áhrifunum hér þó við höfum ekki alveg sömu resursa á til dæmis Finnar. En varðandi það að þetta sé kalkuleruð áhætta að bólusetja, það ákaflega lítil áhætta í því fólkin að bólusetja börn á þessum aldri. Það komin fram góð gögn, betri en við höfum oft áður þegar við höfum þurft að taka ákvörðun bólusetninga barna eða fullorðina í þessu COVID-ástandi
og við erum algjörlega sannfærð að það sé rétt að bjóða bólusetninguna. Það hins vegar ekki rétt að boða hana að þvinga henni upp á neitt. Þetta þarf að vera ákvörðun hverjar fjölskyldu, forsjáraðila fyrir hönd barnanna sinna. Börnin taka sjálfsög ekki ákvörðun þetta sjálf því að mörg þeirra leið þau vita bólefni í sprautu og þá vilja þau það alls ekki þó að þau vilji kannski draga úr hættuna og þau fái COVID. Þannig að þetta ákvörðun forsjáraðila, þetta verður ákvörðun forsjáraðila og þeir taka samtalið við börnin ekki heilbrigðisyfirvöld eða heilsugæslan. Ég vil lokið máli mínu. Takk fyrir. Og ég þarf að biðja alla núna að vera mjög stutt orða hér eftir á fundinum en Sigríður Dóra, varst ekki þú? Ég langaði bara að ítreka í þetta sem að Kamilla var að segja svo það sé ekki misskilningur að það er náttúrulega ekki börn sem taka ákvörðun um bólusetningu en þau hafa mjög oft skoðun á þessu og við bara reynum alltaf að mæta því og þau eru þeim engar skorður settar nema þau lendi í smitgát og sóttkví á til dæmis umgangast eldri borgari í nágrenninu en þetta eins og val sem fjölskylda tekur oft og bara út af umræðu í samfélaginu en þetta engar opinberar skorður, bara svo það sé sagt. Og svo bara líka þetta með einelti, nú náttúrulega skólar með mjög mikla eineltisáætlanir sem eru virkað hvar sem en þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á að það sé bara þroska samtal sem á sér stað inn á heimilunum, í samfélaginu, þetta valkvæð bólusetning, við treystum henni fullkomlega að það sé minni aukaverkanir af bólusetningunni heldur COVID-sjúkdómnum því það er kannski það sem gleymist í umræðinni og síðan bara þetta sé valkvætt og við verðum bara að bera virðingu fyrir því inn í skólanum og skólasamfélagið vant að takast á við mjög mikla fjölbreytni og við verðum bara að treysta þeim til að gera það áfram. Takk. Takk, þá það Bergþór Ólason, gjörðu svo vel. Já, sælverið, takk fyrir að koma. Það þetta skaði að Þórólfur sé ekki með okkur hérna núna en ég ætla að fá að beina spurningum til Kamilu svona sem fulltrúa hans. Það var hér viðtal á VF Ríkisútvarpsins þann 13. desember síðastliðinn við sóttvarnalæknir þar sem hann segir meðal annars ástæðan fyrir því að við viljum bjóða þessa aldurshópi bólusetningu svo að COVID getur verið alvarlegur sjúkdómur hjá börnum. Stendur sú skoðun sóttvarnalæknis eða embættisins og síðan hélt að ná fram við erum að fá upplýsingar bæði frá Bandaríkjunum og Evrópu það hvað það eru mörg börn sem þurfa að leggjast inn á sjúkrahús og síðan í aðra átt fór hann svo held ég líka, þetta orð Þórólfs sóttvarnalæknis, svo held ég líka það sé full ástæða til að koma í veg fyrir alla þessa truflun sem hefur orðið á skólagöngu barna. Markmið með þessari bólusetningu sem sagt það að börn sem verða útsett á síðarstigum þurfi ekki að fara í sóttkví því að nú eru náttúrulega þúsundir manna all land í sóttkví og svipaði fjöldi í einangrun, margir hverjir fullkomlega stálhraustir. Markmiðið með þessu að því manni sýnist þetta að vera svona sett fram með þeim hætti að þetta að losa þessa hreinu sóttkvíja hjá grunnskólabornum það hugsunin að með þessari bólusetningu þá verði börn ekki lengur send í sóttkví það væri áhugavert að heyra en mér langar líka að spyrja það kom fram í minnisblaði sóttvarnalæknis til heilbrigðisráðherra frá 8. desember þar sem segir ennfremur var virkni bólusetningarinnar gegn smiti 90%. Stendur þetta mat sóttvarnalæknis hvað varðar virkni gegn smiti þannig að mat á þessu og hins vegar hugsunin svo að börn verði ekki lengur send í sóttkví og þar á leiðandi foreldrar og vinni og þar fram eftir göttunum gangi þessi bólusetning eftir. En að öðru leyti vil ég bara taka undir öll þau varnaðarorð sem hafa verið nefnd hér fyrir. Ég persónulega á mjög erfitt með að skilja mikilvægi þessa í ljósi þess að börn virðast sáralítið veikjast alvarlega af þessum sjúkdómi sem betur fer. Kamilla, gerðu svo vilt að bregðast við. Takk. Það hafa ekki verið alvarleg veikindi hjá barnum á þessum aldri hér á Íslandi enn sem komið er. Það hafa hins vegar verið alvarleg veikindi hjá börnum annars staðar og
það þá sérstaklega þessi fjölkerabólgusjúkdómur sem getur valdið æðabólgum meðal annars í kransæðum og annars staðar og við vitum ekki nákvæmlega hversu alvarlega áhrif það mun hafa fyrir börn til frambúðar. Það líka þessi svokölluðu löngu COVID áhrif sem eru þekkt hjá börnum eins og hjá fullorðnum og hér á Íslandi hafa börn lagst inn með lúnabólgu, með blóðtappa og með önnur alvarleg eftirköst eftir COVID-smitt. Það hafi ekki verið akkurat þessi aldurshópur hingað til. Það ekki markmið sjálfur sér að hindra sóttkví. Það hafa ekki verið teknar ákvarðanir að gefa afslátt af sóttkví eftir bólusetningu. Við erum nú þegar að nota smitgát fyrir þennan aldurshóp á svipaðan hátt og hefur verið notað hjá bólusettum fullorðnum. En ef að bólusetningin 90% virk gegn delta afbrigðinu, ef að virknin eitthvað minni gegn Omikron, að þá samt standa vonir til þess að færri smitt í þessum aldurshópi skili færri smittum, færri útsetningum í skólunum og þess vegna verði færri sóttkvíar í þessum aldurshópi. Ekki sérstaklega að verði gefin viðbótar afsláttur frá það sem orðið Ég vil ekki máli mínu. Já, takk fyrir. Ég gerir ráð fyrir ef að allir fundamenn geta, ef að gestinni geta verið hér til 10 mínútur yfir við höldum áfram þangað til og Oddný G. Harðardóttir gerði svo vel. Takk fyrir og komið sæl og takk fyrir að koma til fundar við nefndina. Ég get verið stuttur vegna þess að það eru komin svör við flestum mínum spurningum, en þó vil ég spyrja reynsluna á bólusetningu eldri barna hvað félagsleg vandamál varðar. Við þurfum að verja börn gegn félagslegu vanda sem að fylgir oft því að vera í sóttkví og einangrun líka, en þessar bólusetningar eru ekki eins og aðrar bólusetningar. Það mikil umræða í samfélaginu. Þess vegna ástæða til þess að velta fyrir sér hvernig við getum varið börnin líka gegn svona félagslegu vanda sem upp gæti komið við þessar bólusetningar. En reynslan af því að þessu leyti af bólusetningu eldri barna hún tekin til greina. Annars bara óska ég ykkur góðs gengis í þessu stóra og mikilvæga verkefni. Takk. Sigríður Dóra, vilt þú bregðast til þessu? Ég get líka aðeins örstutt varðandi bólusetningar eldri barna að þá var sú framkvæmd, hún gekk alveg ótrúlega vel fyrir sig og eins eftir á höfum við ekki heyrt neitt og svona í gegnum það allavega skólahjúkrunarfræðinga og annað sem við höfum hlerað að þá hefur ekki verið nein svona eftirköst varðandi félagslega eitthvað slíkt. Börnin eru lítið að pæla í þessu. Takk. Takk fyrir og mér Sigríður. Nei, það var bara þetta sem ég vildi segja. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir gerði svo vel. Já, takk fyrir. Takk kærlega fyrir bara virkilega greinargóð svör. Mér vantar þó aðeins skýrari svar við það hversu lengi áætlað að bólusetningin vari og erum við að sjá fram að við séum þá jafnvel að fara að endurtaka hana eftir einhvern tíma. Og svo ein spurning í viðbót sem að mér fannst ekki alveg nógu skýrt áðan. Hver raunverulega áhrif á hormónakerfi ungra stúlkna á aldrinum 5 til 11 ára til dæmis? Takk fyrir. Takk. Kamila, vilt þú bregðast við? Já, það ekki ennþá komin fram gögn það að mótefni dvíni hjá börnum á sama hátt og ljós hefur komið hjá fullorðnum. Við vonumst til þess að þetta komi í ljós á næstu mánuðum og áður en börn á 5 til 11 ára aldrinum væru komin 6 mánuði frá sinni bólusetningu. Við erum að slæðast upp að þeim tíma sem að 12 til 15 ára eru komin 5 mánuði og þar höfum við ekki verið að
bólusetja með 3. skammti nema börn í áhættuhópum, sem sagt börn með ónæmisbrest. Það er alveg líkur á því að börn hafi meiri langvarandi vörn, en hins vegar gæti við farið að mæla með 3. skammti ef að það skiptir máli vegna Omikron. Það er lítið vitað áhrif á hormónastarfsemina og í rauninni eru líkurnar á því að bólusetning hafi bein áhrif á hormónakerfin ekki mjög miklar. Það eru önnur kerfi sem að taka þátt í stjórn tíðahringsins, eins og ég nefndi áðan, blóðstorkukerfi og ónæmiskerfið, sem að það sem að beinlínis leysir upp slímhúðina til þess að hún fari sína leið, sem að ekki, þau áhrif eru ekki komin fram hjá börnum á þessum aldri nema stúlkur sem eru mögulega það bil að hefja sína fyrstu tíðir, og það gæti þá komið fram einhverjum vikum eða mánuðum fyrir heldur en hefði annars gert. En eins við sagði líka áðan, við vitum ekki nóg þetta. Það er alveg klárt. Og það er búið að veita heilmiklu fjármagni til þess að rannsaka þetta hjá virtastofnunum í Bandaríkjunum. Ríkisstjórn Bandaríkjanna veitti styrki, eða National Institutes of Health veitti styrki núna nýlega, en það er engar niðurstöður komnar, og það er reyndar ekki sérstaklega þessi aldurshópur heldur. Takk fyrir. Þá það Guðrún Hafsteinsdóttir, gerðu svo vel. Já, komið sæl, og ég vil þakka gestunum fyrir að koma og fyrir góð svör. Það í rauninni 3 spurningar sem ég með, og það að hluta til búið að svara einni. Það í fyrsta lagi að það eru langveik börn, munu þau njóta forgangs í þessum bólusetningum. Við vitum það að hér hafa langveik börn verið nánast í stofufangelsum langan tíma sem og foreldrar þeirra, og þau hafa verið í mjög erfiðri stöðu. Mér langar sömuleiðis að spyrja við erum ekki að tala eina bólusetningu fyrir þennan hóp það, erum við að tala 2, erum við jafnvel að tala 3? Og svo ég nú þannig gerð að ég ber mjög mikla virðingu fyrir skoðunum barna og tel að við getum hlustað miklu meira á börn og virt þeirra skoðanir heldur en við gerum, og þá vil ég nefna sérstaklega 12. grein í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og mín spurning þá eiginlega sú, því að Sigríður Dóra, hún svaraði mér nú ágætlega áðan með því að segja að það væri í raun foreldrar og forráðamenn sem taka ákvörðun. Hver staðan ef að barn vill láta þiggja bólusetningu en foreldrar segja eða forsjálfmenn segja nei? Takk ykkur annars fyrir. Þið ykkur að bregðast við og ef þið viljið segja eitthvað að lokum að bæta því þá á við núna. Ég tek þessar spurningar. Það var komið skilaboðum þegar bóluefni kom til landsins núna meðan mánuðina, þá bárum við skilaboð til félaga langveikra barna, umhyggju einstakra barna, Down-samtakana og til Barnaspítala Hringsins að bólusetningin yrði í boði hér á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri á ákveðnum tímum fyrir átakið. Það ekki hægt að bjóða þetta allstaðar á landinu því miður vegna þess að umbúðirnar eru þannig að það ekki hægt að flytja stökglös og það eru 10 skammtar í glasi, þannig að við getum ekki flutt nema 100 skammta eins og staðan núna, en það verið að útbúa kassa þannig að sé hægt að flytja minni skammta eða færri skammta á minni staði og það ætti að vera tilbúið áður en átakið hefst. Hvort það verður 1 eða 2 bólusetningar eins og staðan núna, að þá ætti að vera 2 bólusetningar, en ef það koma fram gögn gagnsemi 3. skamms gegn Omikron-afbrigðinu sérstaklega, þá munum við meta þau gögn og ef tilefni til mæla með 3. skammti til að fljótlega. Varðandi ákvörðun barnanna, áhuga barna sem eiga foreldrar sem vilja ekki óska eftir bólusetningu fyrir þau, eins og staðan núna að þá samkvæmt lögum skylda að heilbrigðis þjónustu veitenda að
fá samþykki forsjáraðila fyrir meðferð sem ekki bara niðurmeðferð ef barn hefur ekki náð 16 ára aldri. Þannig að barn sem hefur ekki náð 16 ára aldri, það getur ekki fengið bólusetninguna í óþökk forsjáraðila. Viljið þið bæta einhverju við alveg að lokum Ragnheiður eða Sigríður Dóra? Nei, ég held bara kannski bara ítreka þetta, við erum byrjuð að langveikubörnin eru komin í forgang, þau eru byrjuð, það er verið að bólusetta þau og svo náttúrulega bara þetta með skoðun barnanna og svo án þess við ætlum að vera eða tímanum í að ræða tíðarhring kvenna en það bara svona ítreka þetta sem að hefur komið fram að tíðarhringur kvenna er kannski flóknari en bara hans í hormónastýrður. Þannig að það er kannski sú samsetning sem hefur valdið óöryggi í samfélaginu. Það er ná margt eftir að skýrast en þannig að blæðingatruflanir geta átt svo margar skýringar á þess að sé verið tengjað einhverjum að það sé beint á hormónagrunni. En annars bara, já, ég held að ég hef annars það bara lokið mínu máli. Má ég skjóta við örstutt fyrst þið hafið bólusetningar langveikra barna og barna þá með undirliggjandi sjúkdóma hafa komið einhverja komplikasjónir eða eitthvað í ljós varðandi þær bólusetningar? Við verðum að stoppa núna til þess að geta haldið fundum svo áfram og tekið á móti gestum á réttum tíma, næstu gestum. En kærar þakkir fyrir komuna, Sigríður Dóra, Ragnheiður Ósk og Kamilla. Ég vil þakka ykkur fyrir komuna og mjög greinagóð svör og nú verður gerð bara 3 mínútna hlé á þessum fundi en ég bið nefndarmenn að skrá sig ekki út af fundinum. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir okkur.
Fundi framhaldið í velferðarnefnd og nú vil ég bjóða velkomna á fundinn Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra og Sigurð Kára Árnason, Ásthildi Knútsdóttur og Millu Ósk Magnúsdóttur frá heilbrigðisráðuneytinu. Efni þessa fundar að ræða bólusetningar 5 til 11 ára barna gegn COVID-19, forsendur bólusetningar barna á þessum aldri og hvernig áætlað að framkvæmt verði við bólusetninguna. Hér fyrr á fundinum þá voru með okkur fulltrúi sóttvarnalæknis og fulltrúa frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og fóru yfir þetta sama efni. Við höfum vorum upphaflega áætlunum að fundurinn staðið til 12, okkur hefur nú seinkað aðeins, þannig ég kannski byrjaði að spyrja hvort við gætum fengið að vera einhverja mínútur fram yfir 12, hvort að það möguleiki. En ég vil byrja á því að bjóða gestunum að halda stutta framsögu málið og síðan muni nefndarmenn gefast færi á að spyrja gestina spurninga. Og vil byrja á því að bjóða heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórssyni að taka til máls. Já, takk formaður og þú varst búin að kynna hér til leiks þá sem eru hér frá ráðuneytinu ásamt mér og þið voru búin að hitta hér á undan sóttvarnalækni og frá-embætti sóttvarnalæknis og heilsugæslu ég, þannig að þið eru nú eitthvað búin að fara yfir kannski aðdragandann að þessu og undirbúninginn og tímalínuna í því og svo hvernig þessu hagar til og bólusetningum almennt í reglugerðum og með lagastoð í sóttvarnalögum og heilbrigðisþjónustu. Þetta nú kannski svolítið sérstakt mál, það að fara undirbúa hér bólusetningu 5 til 11 ára og þetta hafið hjá einhverjum þjóðum og einhverja þjóðir á svipuðum stað með þetta í undirbúningi. Ég held ég ætla ekki að hafa hennar inngang mjög lengi en kannski aðeins fara í tímalínuna bara í þessu ef þið hafið ekki þegar farið yfir hana. En þetta hefur svona gerst tiltölulega hratt frá fundi sóttvarnaráðs 3. desember sem kemur fram í minnisblaði sem við höfum fengið þennan undirbúning og þar sem ákvörðun í raun og veru tekin í samráði við sérfræðinga í smitsjúkdómum barna og ónæmisfræðum og þannig að þessi undirbúningur ákvörðun það tekin þarna og síðan fáum við þetta minnisblað frá sóttvarnalækni hér 8. desember sem fer síðan fyrir ríkisstjórn og væntanlega hefur sóttvarnalæknir farið yfir það með ykkur hvernig aðdragandinn að því með samþykkt þessa bóluefnis fyrir Lyfjastofnun Evrópu og síðan hér og þann tímaferil. Það sem við höfum gert síðan í millitíðinu að afla gagna framkvæmdina sem á höndum heilsugæslunnar vegna þess að við getum kannski aðskilið þetta aðeins að þá það kannski verður alltaf vandasamara og eftir því sem að þetta fer neðar í aldri og kannski ólíku saman að jafna 12 til 15 ára heldur en 5 til 11 ára og giska á að þið vilji spyrja eitthvað út í það. Og síðan þetta veit ég heilsugæslan búin að vera í miklu samráði við skólayfirvöld og umboðsmann barna. En ég held ég bara skilji tíman og eftir kannski fyrir spurningar. Og kollegar mínir geta bætt við ef þeim finnst ástæða til. Já, ég sé ekki annað en að það sé bara best að fara beint í spurningarnar og nýta tíma sem best með það sem ég sé á skjánum og kannski ítreka að við erum að nota spjallið til þess að óska eftir orðinu
En fyrst til þess að spyrja Halldóra Mogensen sem átti í rauninni frumkvæði að því að óska eftir þessum fundi. Kærar þakkir formaður og ráðherra fyrir að mæta. Ég kannski með nokkrar spurningar sem að ég dundra á því. Þetta var nefnilega mjög áhugaverður fundur sem við áttum hérna á undan með sóttvarnalækni og fleirum. Mér langar kannski til að byrja því að spyrja hvaða aðgerða hyggst ráðherra grípa til að tryggja friðhelgi einkalífs og vernd persónuupplýsinga gagnvart börnum og bólusetningum þeirra. Nú á að bólusetja í skólanum og ég skilst að það sé vinnuhópur sem að vinna að því að skipuleggja framkvæmd bólusetninga. Mér langar kannski til þess að spyrja ráðherra aðalega hver aðkoma hans að þessari vinnu, yfirsýn og annað. Hvort að hann sé sérstaklega að fylgjast með þessu og passa upp á að þetta sé gert á þann hátt og því að þetta skiptir gríðarlega miklu máli að við séum að vernda börn gegn aðkasti og fordómum út frá ákvörðunum hvort að þau bólusetja sig ekki. Eins og við vitum þá eru margar mismunandi ástæður fyrir því að foreldrar kannski kjósa að bólusetja ekki eða bólusetja börnin sín. Svo hitt, það hefur komið til tals að við höfum náttúrulega kannski ekki sömu greiningar og rannsókna getu og heilbrigðisyfirvöld annars staðar í heiminum. Á fundinum áðan var vísað til Finnlands í því efni og mér langar til þess að spyrja hvort að það hafi komið eitthvað til umræðu innan ráðuneytisins eða hvort ráðherra hyggst efla greiningar og rannsókna getu heilbrigðisyfirvalda hér á landi til þess að þau geti fylgst almennilega með og safnað góðum gögnum í þessu bólusetningarferli öllu. Nú hefur komið fram til dæmis að það ekki haldið utanum, allavega sóttvarnalæknir heldur ekki utanum gögn þegar kemur að því hvort að þeir sem eru flokkaðir sem óbólusettir séu til dæmis þeir sem eru með undirliggjandi veikindi eða ekki. Og ég hefði talið, núna verið að ákveða það að bólusetja ekki bara viðkvæma hópa heldur bara öll börn, alveg óháð hversu heilsuhraust þau eru. Og þá hefði ég talið að skipti máli að vera að líta til þess þau börn sem hafa orðið veik og því hér sjáum við í þessum aldurshóp 5 til 11 ára að það hafi engin börn orðið alvarlega veik vegna COVID. Að það sé verið að horfa til þess að þau börn sem hafa legið á spítala í öðrum aldurshópum hvort að þau hafi verið börn sem hafi verið heilsuhraust fyrir þeim með undirliggjandi sjúkdóma upp á að taka þessi ákvörðun að bólusetja öll börn en ekki bara þau sem eru með undirliggjandi sjúkdóma. Ég vona að þetta meikaði einhvers konar sens. Svo bara hitt varðandi hormónastarfsemi og tíðahringur kvenna að það kom í ljós á fundinum áður að það er lítið vitað áhrif á hormónastarfsemi á þessum bólusetningum, að sé litlar líkur á að þau hafi áhrif á hormónastarfseminni en við bara hreinlega vitum ekki nóg þetta. Það sé verið að veita styrki erlendis til þess að skoða þetta og annað og svo er spurningin með hjartavöðvabólgur. Ég er smá áhyggjur af því að sé verið að taka þessi ákvörðun með bólusetja börn til þess að minnka álag á skólana frekar en til að vernda börnin og tryggja bestu mögulega heilsu þeirra. Mér langar bara til þess að spyrja ráðherra hvort að hann sé vakandi fyrir þessu og bara heyra hans innlegg inn í þessu umræðu og því nú er ég bara að horfa á mig sem talsmenn þeirra í samfélaginu sem hafa miklar áhyggjur af þessu og mér langar til þess að velta fram þessum áhyggjum og hvort að ráðherra sé meðvitaður þessu orðræðu og sé að skoða hana sérstaklega, það er að segja hversu lítið við vitum áhrifin á þessu bólusetningu á börn og hversu fá börn eða enginn hafa orðið alvarlega veiki þessum aldurshóp á Íslandi, hvort að það sé ráðlegt að fara þessa leið. Ég held að þetta hafi dekkað þetta, þakka kærlega fyrir. Má þá bjóða ráðherra eða fulltrúar ráðuneytis að bregðast við. Viljum Þór, gerðu svo vel. Já, takk kærlega fyrir þessar góðu spurningar og það er einmitt þetta með friðhelgina. Ég held að við þurfum að nálgast þetta mál svolítið af því að ég giska á því að við farið í gegnum svona þessar almennu bólusetningar og sem í boði fyrir börn. Ég get aldrei sagt nægilega oft hvorki við ykkur en þá aðila sem eru með undirbúning og framkvæmd á þessu máli að þetta eins og með aðrar bólusetningar val.
En þetta er auðvitað viðkvæmara en svo, sko. Þegar við erum að tala kýhósta og mislinga, þá eru bara almennt ekki að nefna þetta orð á hverjum degi, sko. En þau eru búin að lifa núna í 2 ár við orðið COVID, sko, á hverjum degi. Og þetta er auðvitað viðkvæmara heldur en þegar við erum í eldri hópunum. Ég vildi ég hefði eitt svar við þessu, en það er hinn hliðin, það er framkvæmdin og hún er bara, sko, það er rosalega mikilvægt að vanda vel til framkvæmdar, en ég vil bara taka það fram hér. Við höfum ekki fengið endanlega svona neitt endanlegt það hvernig framkvæmdin á að verða, sko, að lokum. Ekkert formlegt það. Og þannig ég gæti ekki svara því akkurat hér og nú. Þau geta hjálpað mér hér, Ásthildur og Sigurður Kári, að það er eitthvað sem mætti bæta við þar. En ég bara tek undir það. Það er kannski snúnast í þessu, þegar það kemur til kastana, þó að valið sé snúið, það er einmitt þetta hvernig framkvæmdin verður. Varðandi allar greiningar, þá er það bara viðurkennt að þetta bóluefni, það er samþykkt að undangenginni rannsókn á 2000 börnum. Það sem reyndar kom ekki fram aukaverkanir, ef ég man þetta rétt úr því minnisblaði sem ég hef, það eru þær upplýsingar sem ég hef. Og það er bara almennt svar við bólusetningum hingað til er að það er verið að gera þetta með það miklu hraði að það er ekki hægt að staðfesta fjölmargar spurningar sem vakna með einhverjum rannsóknum. Þetta er eiginlega allt að gerast bara samhliða og þess vegna get ég ekki svarað því hér og nú, en já, við þurfum auðvitað að efla greininga getur alltaf á þessu sviði, sko. Ég get ekki svarað þessu betur, en varðandi hjartavöðvabólgurnar, þá er það bara á svipuðum stað. Það er ekki, ég held bara að það sé ekki liðin nægilega langur tími að fari fram nægilega víðtækar rannsóknir til að geta fullyrt nokkuð það. En mér finnst þetta allt góða spurningar og við erum að spyrja þessum sömu spurningum. Og ég get líka sagt ykkur það, sko, það eru eiginlega fá mál sem að svona vekja upp fleiri spurningar og álitamál þessu tengt eins og þú ert með hér, Halldóra. Takk fyrir. Sigurður Kári eða Ásthildur, viljið þið bæta einhverju við? Já, ég skal kannski nefna vegna þess að það var sérstaklega spurt, sko, þennan vinnuhóp varðandi bólusetningarnar og bólusetningar barna og upplýsum það að fulltrúi ráðuneytisins er semst í þeim vinnuhópi og þannig fær ráðuneytið í gegnum þann vinnuhóp upplýsingar hvernig framkvæmdinni vindur fram og eða sem sagt undirbúningi að framkvæmdinni vindur fram og svo náttúrulega er ráðuneytið í stöðu sambandi við sóttvarnalækni sem að upplýsir þá þær ákvarðanir sem teknar hafa verið hvernig ég haga framkvæmdinni, þannig að ráðuneytið fylgist náttúrulega með í þeim efnum en kemur ekki beint að framkvæmd bólusetningar í þessum tilvikum ekki frekar en öðrum bólusetningum. Ásthildur, vilt þú bæta einhverju við? Nei. Það heyrist eitthvað svona slitrótt. Já, ok. En ef ég kem hérna nær. Já, þú ætti að halla þér alveg svona fram til að heyrist. Já, heyrðu, takk fyrir það. Nei, ég vildi bara bæta við að Kamilla yfir... Þetta er ekki að ganga alveg, þú ert bara einhvern veginn að vera alveg voni og horfa beint fram. Þetta er alveg eitthvað að skoða hjá mér. Ég sagði að sóttvarnalæknir Kamilla fór vel yfir það í fundinum var hann slæmt og
að reyna að birta upplýsingar. Það líka bara ekki almennilega fyrir sérstaklega líka þessum Nei, ég held að þessi spurningum hvort að þú getur lagað hljóði, ég náði þessu en ég ekki viss að aðrir hafi heyrt þetta vel að þetta heyrist í útsendingunni. Mér finnst það trúlegt. Þannig að það spurning hvort þú getur reynt að bæta eitthvað hljóðið og við bara höldum áfram og þú færð þá að koma svör þá verður síðar. Þá næstur til að spyrja gestina Arnar Þór Jónsson, gerðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég með, það ein spurning og svo bættist reyndar önnur við í tilefni af blaðamannafundurinn sem nú yfirstandandi. Spurningin hefur heilbrigðisráðherra kynnt sér grein Jóns Ívars Einarssonar sem birtist í Morgunblaðinu 27. desember síðastliðinn þar sem að kemur fram að áhættan af þessari aðgerð þar sem sprautunum sé mögulega meiri heldur en gagnsemi. Já, sagði ekki vera með tvær spurningar. Já, hin spurningin í tilefni af ummælum sem að Þórólfur lét falla rétt í þessu. Hann segir núna á blaðamannafundi að telur að fljótlega sé hægt að slaka á sóttvarnaaðgerðum ef það verður áfram raunin að ómikronafbrigði sé að valda vægari einkennum en önnur afbrigði. Þannig að ég vil beina því til heilbrigðisráðherra að það verði ekki rasað ráð fram í þessu, það eru ný þróun að eiga sér stað í þessu og hvet til að sé hafa fullkomin varúð og allri aðgæslu sé sinnt í því sem ég þessu of mikill hraði á ferlinu. Takk fyrir. Já, takk. Gerðu svo vel, Willum Þór. Já, takk kærlega og takk fyrir þessar spurningar. Ég get ekki staðfest það að ég hafi akkúrat lesið þessa grein, en ég hef lesið eitthvað eftir Jón Ívar og þetta einmitt rosalega. Já, hún víðtækari heldur hún lætur yfir þessi spurninga einmitt með áhættuna og gagnsemina. Þess að hvað toppar hvort. Þetta hluti af þessu mati sem að þarf alltaf að fara fram og svo mikilvægt þegar uppi staðið þegar við horfum til ábyrgðar gagnvart stöku aðgerðum og ég tala ekki þessu máli. Það auðvitað alveg blasir við að þetta mat áhættuna og gagnsemina, það verður bara að liggja fyrir. Það verður að vera staðfest. Ég bara tek undir það og ég getur þetta ekki metið þá fullyrðingu sem fram kemur í þessari grein sem þú vísar til, en þetta mat, þarna treystum við auðvitað á fagfólkið og í þessu þegar að metur slíkt og tekur ákvörðun að það sé skynsamlegt til að verja líf og heilsu barnanna og við höfum nú einhver svona tölfræði að baki sem varpað fram í því, en já, ég tek undir það. Þetta verður að skoðast mjög gaumgæfilega, en það eins og með allt þetta ferli þó ábyrgðin á endanum hvílir hér á þeim stofnunum sem heyra undir ráðherra, að þá erum við svolítið með þetta, þurfum að treysta á þetta faglega, bæði þegar kemur að matinu og í þessu samhengi lagastoð, meðalhof og nauðsyn. Við verðum að geta sýnt fram á nauðsyn þess að fara í þetta. Það hins vegar alveg óeigandi gagnvart bólusetningum almennt að þá skipta þær máli fyrir líf og heilsu einstaklinga og almenna heilsu þegar við erum að skoða samhengi hlutana. Ég veit að ég ekki að svara þessu á einhlítan hátt, nokkur af þessu, en svo ég bara segi það, þetta eru spurningar sem við höfum velt fyrir okkur hér og eins og kom fram hér hjá Sigurði Kára Ásthildi, þá eru hér ráðuneyti í einhverju samspili og samskiptum í gegnum hópa þennan undirbúning. En þið verðið þá bara að berja á mér áfram með þetta og spyrja kannski aftur
Var ég búinn að svara þér, Arnar? Já, það kannski bara þetta seinna með ummæli Þórólfs sem gefa tilefni til þess að verði hægt á lestinni frekar en að henni verði hraðað og framkom í ummælum þínum á að Willum að þetta væri á mikilli ferð og frá því að þessi fundur var haldinn í byrjun desember. Þannig að ég stóla á það að þú sért meðvitað þá ábyrgð sem að þú berð og sért reiðubúin að stíga á bremsuna ef tilefni gefst til og bestu ráð veita tilefni til þess og ég óska eftir því Willum að þú leitir ráða hjá sem flestum og sem fróðustum mönnum á þeim sviðum sem hér ræða, ekki bara hjá einum eða tveimur. Takk fyrir. Takk. Gjörðu svo vel, Willum. Já, ég tek þessu heilræði og það þetta alltaf möguleiki fyrir og tengt þessari ábyrgð í raun og veru kröfur það að við leitum eftir sem flestum sjónarmiðum og ábendingum þegar kemur á svona máli. Já, takk fyrir Sigurður. Kári, vilt þú bæta einhverju við eða Ásthildur ef að hljóðið hefur lagast? Já, kannski koma aðeins inn á þetta atriði því að þetta þetta lykil spurning í þessum ákvörðunum og þessum aðgerðum eða þessu boði bólusetningu. Það að rannsakjum ráð fram og taka þær ákvarðanir sem eru best undirbyggðar á grundvelli bæði vísindanna og þeirra lagareglna sem að málið gilda. En hins vegar það þannig að sóttvarnayfirvöld standa líka frammi fyrir þeirri heilsuógn sem steðjar að börnum sem og öðrum vegna faraldursins og sem betur fer eins og hefur komið fram hérna hafa ekki börn veikst mjög alvarlega akkurat í þessum aldurshópi af COVID en bæði örfáum árum eldri og yngri börn hafa líka þurft að leggjast inn vegna COVID. Þannig að það getur nú verið að það sé einungis tilviljun vegna mannfæðar hér á landi að það sé akkurat ekki þessum aldurshópi. Og í stærri mengum eins og til dæmis í Bandaríkjunum þá við auðvitað með fjölmörg tilfelli innlagnir barna enda í fjölmennum ríkjum og það sem að sóttvarnayfirvöld standa frammi fyrir að þeim skylt lögum samkvæmt að veita öllum, þar með talið börnum, bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu sem að kostur á. Og þá standa náttúrulega heilbrigðisyfirvöld frammi fyrir því að nú komið markaðsleyfi fyrir bóluefni sem að hefur verið sýnt fram á að verndi börn gegn COVID mjög vel. Rannsóknir sýndu mjög litlar og fátíðar aukaverkanir og það hefur líka reynslan frá öðrum löndum sýnt af því að til að mynda síðustu upplýsingar frá Bandaríkjunum þær að þar hafa 5 milljónir barna þegið þessa bólusetningu, sirka 7 milljón skammtar og mjög fátíðar aukaverkanir, raunar svo fátíðar að það væri mjög ólíklegt að þær kæmu fram í þessu litla þýði sem hér á landi. Og að ávinningunin sé meiri heldur en að fara ekki þar. Og þá náttúrulega standa heilbrigðisyfirvöld hér frammi fyrir þessari mikilvæga ákvörðun að það má ekki gleyma því að ef að við myndum ákveða að bjóða börnum í þessum aldurshópi ekki upp á bólusetningu, þá það líka pósitív ákvörðun sem að við bærum þá ábyrgð á ef að það gerðist að börn færu að veikjast í þessum aldurshópi sem að við hefðum geta varið. Þannig að þetta jafnvægi þarf alltaf að stíga og ráðherra náttúrulega lögum samkvæmt skylt að taka mið af þessum vísindalegu gögnum og þiggja ráð frá þeim sem löggjafinn hefur sagt honum að hann eigi að þiggja ráð frá sem að eru í þessu tilviki sóttvarnalæknir og til að mynda sóttvarnaráð. Takk. Takk fyrir. Ásthildur, vilt þú prófa að koma aftur inn eða hefur ekkert breyst hjá þér? Já, það heyrst betur í núna. Já, það heyrst eitthvað betur alveg.
Sigurður svaraði þessu vel. Þetta nefnilega, þetta tvíbent svona sverð, þannig að ábyrgðar hluti bæði að taka ákvörðun og bjóða upp á þetta bólefni og svo líka að bjóða ekki upp á það. Aðeins líka koma inn að sóttvarnalæknir eða Kamilla að hraðinn á framleiðslu. Þetta ekki nógu gott núna. Það bara, þegar þú varst alveg í til þess að byrja með, þá heyrðist þú svo bara hverfur það. Já, heyrðu, ég breytist af. Já. Takk. Ég kannski formaður fæ bara aðeins að hnykkja á þessu sem komið fram. Þetta það mikil lykil spurning í mínum huga. Ábyrgðin í báðar áttir en ítreka það að það auðvitað mikilvægt að leita ráða út fyrir til þess að draga fram þetta jafnvægi beggja vegna frá. Maður endar svolítið mikið í þessari niðurstöðu að leggja áhersluna á valið, en þegar maður tala val, það sé enginn þvingaður til þess, þá leið erum við að segja, ekki satt, að fólk þurfi þá að geta leita til þeirra sem þeir treysta, hafa aðgengi að þeim og fá svona faglegan stuðning við þá ákvörðun. Og ég tala ekki þetta hvernig samtalið við barnið getur orðið og farið fram og svona þegar þessi ákvörðun tekin, og ég veit að hún verður mjög mörgum mjög erfið. Takk fyrir. Þá næstur til að spyrja Guðmundur Ingi Kristinsson. Já, góðan daginn, ráðherra. Mér langar að spyrja vegna það kom fram skýrt áðan að ekkert barn í þessum aldurshópi hefur veikst alvarlega á Íslandi. Og þess vegna spurningin, verið að bólusetja fyrir börnin eða vegna atvinnulífsins og samfélagsins? Síðan kom líka fram að einu rannsóknirnar sem hafa komið fram eru frá framleiðanda Pfizer. Og ég spyr hversu öruggt það, og það víst á leiðin einhverjar rannsóknir, hvort það ekki öruggara að bíða eftir þeim, vegna þess að eins og við segjum með framleiðslu á bifreiðum, það myndi enginn taka bara þegjandi hljóðlaust að bílar verða öruggur vegna þess að framleiðandi segja. Það alltaf einhverjir hlutlausir aðeins sem tékka á þessu. Og síðan, en ekki síst, að það hefur líka komið fram að nú erum við með nýja tegund af veiru, Omicron, og við erum með Pfizer, gamalt efni, sem við vitum ekkert, og það veit enginn hvort það virka, og það jafnvel talað um eina bólusetningu, 2 bólusetningar, jafnvel 3. Þannig að þeir hafa ekki hugmyndum og ekki ráð að bíða aðeins og reyna að fá einhverjar vitranna niðurstöður og rannsóknir áður en fyrir mústað. Já, takk. Var þetta komið? Á ég að svara formaður? Gjörðu svo vel. Takk hérlega og góð spurning, Guðmundur Ingi, við höfum auðvitað, ef ég man rétt í þessari skýrslu, þá kemur fram að það eiginlega ekki hægt að búast við að það verði neinar svona staðfestar rannsóknir fyrir kannski 2026. Það kann að vera að ég sé hér fara eftir minni, það leiðriti mig þá bara einhver, þannig að það kannski erfitt að fullyrða það. Varðandi þetta að börnin veikist ekki, þá meðal annars það sem Sigurður Kári kom inn á hérna og sóttvarnalæknir styðst við, þá tölfræði annars stað frá sem að bendir til þess að gagnsemin sé meiri einmitt vegna þess að börn veikist ef þau hafa ekki þegið þessa bólusetningu, þannig að sannarlega verið að vernda líf og heilsu þeirra, þó að það sé alltaf hluti og ábyrgðarhluti stjórnvalda að huga að heilsu, samfélagslegri heilsu. En þetta nú svona nokkuð deginn það sem þau gögn sem við höfum til að svara þessu. Og ógnin stafar núna, þannig að við gætum, það verður erfitt að bíða eftir þessum rannsóknum eftir því sem framvindur, það nú eiginlega kannski það sem við horfumst í augu við. Já. Sigurður Kári Ásthildur, einhverju við þetta bæta? Mér langar
bjóða Ásthildi að koma inn af því ég held að hún sé komin núna með betra samband og kannski að segja það sem hún ætlaði að segja okkur áðan. Heyrist betur í mig núna? Já, allt annað. Já, ég vildi kannski bara bæta við það sem ráðherra sagði núna að ástæðurnar á baki því að þessi ákvörðun sé tekin að bjóða börnum bólusetningu, þetta náttúrulega margþætt, þetta bæði það að eins og hefur komið hérna fram að COVID getur valdið alvarlegum sjúkdómi hjá börnum á þessum aldri líkt og öðrum. Það eru virkni bólusetninga hjá börnum á þessum aldri 90%. Það eru minnka líkur þessi bóluefni á langtíma áhrifum af völdum COVID. Það eru það eru reyndar alvarlega aukaverkanir eftir bólusetningu barna á þessum aldri hafa ekki verið tilkynntar enn og en það er náttúrulega líka þetta sem hefur verið dregið upp hvort að það sé nú rík ástæða en að bólusetningi minnkar truflun á skólagöngu og félagslífi barna og líka svo að það er náttúrulega staðreynd og þetta er líka útbreidd bólusetning bara í tíðinu og hjá fólki minnka líka dreifing á smiti til annara og við hvað vera að hópa. Svo þetta er margþætt eins og hefur komið hérna fram. Ég er svo sem ekki meiri við að bæta akkurat núna en já, og svo eins og kannski ég náði ekki alveg að koma á framfæri áðan var það að Kamilla náttúrulega mittist á áðan og það er langur ferill á bakvið framleiðslu á þessum bóluefnum eða 20 ár. Svo að það eru margar náttúrulega spurningar og það er náttúrulega eðlilegt að við reynum að komast til næst sannleikanum í þessu en eins og ráðherra bendir á þá náttúrulega líka gæti verið að svör við einhverjum þessum spurningum verðum ekki komið með þau fyrir aðeins seinna inn í og jafnvel eftir einhver ár. Takk fyrir. Já, takk. Sigurður Kári, vildi þú bæta einhverju við núna á þessum tímapunkti? Já, kannski bara örstutt að benda á að sem betur fer eins og hefur verið nefnt, það hefur ekki komið upp alvarleg veikindi hér á landi þessum aldurshópi en það er auðvitað líka bara þannig að lítill hluti af aldurshópnum hefur smitast. En eins og staða faraldursins í dag og þá sérstaklega var í þessum og í þessum aldurshópi og mun verða þegar skólarnir koma saman að nýju að þá má náttúrulega gera ráð fyrir að svo til öll börn í þessum aldurshópi mun á einhverjum tímapunkti á næstu mánuðum og misserum verða útsett fyrir veirunni. Þannig að þá munu náttúrulega aukast líkurnar því miður á að eitthvert þeirra veikist og þannig að við þurfum auðvitað líka að horfa á það en svo náttúrulega má auðvitað bara ítreka að bólusetningar þeim alltaf ætlað þetta tvíþætta hlutverk annars að vernda viðkomandi einstakling sem þiggur bólusetninguna sem þá hvert og eitt barn í þessu tilviki en líka að vernda börnin í kring af því að einhver þessara barna eru móttækileg fyrir alvarlegum sjúkdómum vegna veirunar með undirliggjandi sjúkdóma og mögulega einhver þeirra geta ekki þeir bólusetningu og þess vegna bólusetjum við þýðið til þess að vernda til að mynda þau börn sem ekki geta þegja þannig að auðvitað þurfum við líka að horfa á það en eftir sem áður þetta mjög vandasöm spurning og ég held kannski að þá má ekki gleyma því að þetta að sjálfsögðu valkvæð bólusetning, það ekki verið að skylda börn eða forráðamenn að þiggja bólusetningunni, heldur verið að bjóða þeim upp á sem lið í þá heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Takk. Þá ætla ég að bjóða Bergþóri Ólafssyni að bera fram spurningar. Já, sælverið og takk fyrir að koma á fund nefndarinnar. Willum, mér hefur þótt svona kannski umræðan vera dálítið tæknileg sérstaklega framan að þessum fundi, varðandi útfærslu þessara mála. Mér langar að spyrja þig beint út, hvers vegna þú sem heilbrigðisráðherra vilt leggja áherslu á að 5 ára börn verði bólusett þegar fyrir liggur að börn á þeim aldri eru sáralítið að veikjast alvarlega. Svona, þetta bara prinsippspurning. Og hvernig það harmonerar við ef við horfum bara til annarra málsgreina 1. greina barnalaga þar sem segir það sem barnið fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir málefni þess. Í þessari grein ekkert verið að tala þýðið, að verja þýðið. Það ákvörðun hvers og eins barns sem þarna undir. Og ég vil þess vegna fá að spyrja þig Willum þetta bara hvernig rökstuður þú þá áherslu
að bólusetja 5 ára börn þegar þær upplýsingar liggja fyrir að þau virðast ekki vera að veikjast alvarlega vegna þessa sjúkdóms eða vegna þessara veru. Þá vil ég bjóða ráðherra að bregðast við, gera svo vel, Willum. Já, takk Bergþór og þetta nú svona ansi kjarnert spurning sko. Hún er réttmætt og ég hef velt þessu fyrir mér, en þá vil ég líka bara á móti segja til þess að því að þetta snúið, að þá þetta ekki kannski rétt að segja að það sé eitthvað sérstakt áherslumál. Við erum auðvitað að takast á við faraldur og lýðheilsuógn og hún snýr að börnunum okkar líka. Og eins og við erum með þetta í okkar svona laga umbúnaði, þá umsjón og ákvörðun slíkt bólusetningar almennt og líka sem að snúa þessum faraldri í höndum sóttvarnalæknis. Það þá síðan ákvörðun hér að segja, heyrðu, þetta bara ekki rétt á og það verður að vera byggt á einhverju mati og einhverjum gögnum það hvort að við ættum ekki að bjóða börnum og foreldrum þeirra eða aðstandendum upp á þetta. Og ég minni á, og ég legg áherslu á, þetta auðvitað val, en þetta svona tekið á faglegum forsendum. Það getur aldrei orðið þannig að ég segi að þetta sé eitthvað sérstök áhersla að bjóða 5 ára börnum, sko. Mér finnst það svona fulllangt gengið að stilla í þannig upp. En mér finnst þess að spurningin alveg réttmætt. Formaður, má ég örstutt follow-up ef ég má? Já, gera svo vel, Bergþór. Takk fyrir þetta, Willum. Það nefnilega mikill munur á hvort að þetta sé val eða það sem nú horfir til, að það sé beinlínis verið að horfa til þess að fella niður skólahald til þess að bólusetningar í hverjum skóla fyrir sig gangi sér hraðast fyrir sig. Það himinn og haf á milli þess sem verið að lýsa hér á þessum fundi og þess að foreldrar hafi val það að börn þeirra verði bólusett. Gerðu svo vel, ráðherra. Já, takk formaður, takk Bergþór. Mér finnst gott að þú komir svona fram með þetta, vegna þess að ég held að ef við aðgreinum þetta ferli sem er og umbúnað bólusetningar og gildur þessa líka og svona faglegar forsendur þess að bjóða upp á þetta og svo hins vegar framkvæmdina og ég bara tek undir með þér og þeim sem hafa komið inn á þann þátt að það snýra bara svona mörgum siðferðilegum álitamálum það bara ekki sama hvernig þetta verður gert og hvernig aðstandendur og börn geta nálgast á ákvörðun og síðan þegið bólusetningu ef það niðurstaðan. Og ég bara legg ekki nægjanlega áherslu á það að fara ekki af stað fyrir að umbúnaðurinn þetta og faglega aðstoðin og hjálpin við aðstandendur og börnin sé í lagi þetta val. Og svo eins og komið fram hérna, það eru fjölmargir sem bara því miður geta ekki þegið af einhverjum ástöðum, bólusetningar almennt og það gildir þessa líka. Og ef við gefum okkur það að vörnin sé klárlega og matið liggi fyrir. Ég vil hins vegar benda á, ég hef ekki kannski fengið það staðfest, kannski kom það fram á fundinu hér fyrr, að einhverjir af þeim sem eru með undirliggjandi sjúkdóma eða í þannig aðstæðum og áhættuhópum hafa þegar þegið þetta. Ég held það. Takk fyrir. Sigurður Kári, þú þér að bæta við? Nei, ekki. Ásthildur? Nei, ekki nefna bara staðfesta það mitt kom fram á fundinum áðan að það farið að bjóða langvinnum, börnum með langvinna sjúkdóma upp á þessar bólusetningar á þessum aldri, eins og ráðherra myndist á. Þá nú mælindaskráin að verða tæmd, en þá vil ég hér formaður fá að nota tækifærið og spyrja tveggja spurninga. Annað nokkuð sem Ásthildur kom aðeins inn á þann, hvernig
það tekið inn í heildarmatið félagslegu áhrifin af bólusetningu. Á kannski lýðheilsu út frá félagslega þættinum, áhrif bólusetninga þessa aldurshóps út frá félagslega þættinum. Og síðan langar mig að koma með spurningu sem ég hefði nú ætlað að koma með til fyrri gesta, en féll á tíma, að varðandi munin á framkvæmd bólusetninga eða fyrirhugaðri framkvæmd á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, ef einhver geti komið aðeins inn á það. Þá spurning hver vill bregðast við þessu, þegar ég bara lyfta hendinni kannski. Ásthildur, gerðu svo vel. Það eru tveir hópar af störfum á vegum heilbrigðisráðherra, vaktir, annars sem að skoðar áhrif, lýðheilsu áhrif á COVID og á hópa í samfélaginu, og annars sem skoðar áhrif á geð, skoti geðvakt, og þar eru tekið fyrir, það er margt tekið fyrir, hafa komið út 2 skýrslur sem hafa verið gefnar út frá sykrum hópnum, og það voru börn sérstaklega skoðað áhrif COVID á börn, svo ég bendi sérstaklega það, fyrst að tíminn er skammur, það er hægt að skoða það sem kom út frá þessum 2 hópum. Varðandi framkvæmdina á landinu, að við hefum verið í samskiptum við sóttvarnalækna, og það er mjög mismunandi hvernig framkvæmdin er á hverjum stað, bæði að því það er náttúrulega með stóri skólar og annað, þannig að það er líka verið að skoða það í þessu stóra samhengi, af því að sums staðar þarf framkvæmdin að vera önnur, og svo það er töluvert mismunandi eftir heilbrigðissjúkdómum, en samt er það að vera að horfa á skólana alls staðar, sem að það sé bólusett, líkt og aðra bólusetningar barna á þessum aldri, nema fyrir utan leikskólabörni. Það eru náttúrulega þarna börn sem eru í leikskóla, og þá verður það gert á heilsugæslustöðvum. Takk fyrir. Það eru svo 2 sem hafa beðið svona orðið að lokum, og þá er það fyrst Halldóra Mogensen, gerðu svo vel. Já, takk. Mér langaði bara til þess að þakka ykkur fyrir. Ég er orðin mun nær því að skilja þessa ákvörðin hjá ykkur og bara hjá sóttvarnayfirvöldum eftir þennan fund, og ég held að það hafi bara verið rosalega mikilvægt að allar þessar upplýsingar komi fram. Það sem ég langar kannski bara til þess að enda á að spyrja, út af því að ég fékk eiginlega ekki svar við þeirri spurningu, og þetta er þessu beint til ráðherra. Ég hef smá áhyggjur af, og þetta hefur komið fram oftar en einu sinni á fundum, bæði með sóttvarnalækni og svo núna með Kamilu áðan, að okkur skortir svona resursa eða bolmagn þess að standa meira í sjálfstæðum rannsóknum og skoðunum, og ég hef talið að núna á þessum tíma þar sem við erum að bólusetja með lyfi sem hefur komið fram að hefur raunverulega bara verið rannsakað af lyfjafyrirtækjunum sjálfum, mestmegnis, hvort að það sé ekki þörf á því að fjármagna almennilega þessar heilbrigðisstofnanir eins og lyfjastofnun og til og með sóttvarnalækni og þær stofnanir sem að standa í þessari vinnu, að þurfa að fylgjast með, safna gögnum, að við höfum almennilegt bolmagn til þess að sinna þessu vel, þannig að við séum að passa upp á það að allar aukaverkanir séu sannarlega skráðar og það sé verið að safna öllum þeim gögnum sem við þurfum til þess að geta séð heildarmyndina. Hvort að ráðherra hyggst fjármagna þetta almennilega, og því mér heyrist á öllu að það myndi auka og bæta getu okkar til þess að halda utan um þetta með almennilegu fjármagni. Takk. Og bjóða ráðherra að bregðast við? Já, bara takk. Þetta er nú bara ofsalega góð ábending. Ég tek hana þannig og ég bara vil taka undir, ég held að sé snúið bæða fjármögnun og svo greiða fyrir bæði þáttöku og aðgengi í erlendar rannsóknir og svona einhvern veginn svona resursana í það, og það eru þetta, maður finnur það bara
hérna sko á þessum stað, þegar maður að kalla eftir einmitt og spyrja spurningana, einhverjar sem að þið eru búin að vera að spyrja í dag og leita ráða hjá sínu fólki sko, sem að síðan leitar áfram, að þá eru þetta kannski, vantar okkur svolítið þetta sem að þú dregur innan fram og ég held að það myndi allir fagna því. Þá vil ég bjóða Oddnýju Harðardóttur að vera síðasti fulltrúi nefndarinnar sem tekur til náms. Takk fyrir og takk fyrir þennan fund og þín svör Willum. Það hefur komið fram hér á fundinum að ráðherra ber að leita ráða hjá sóttvarnalækni og eftir atvikum sóttvarnaráði. Nú hefur okkur reynst ákaflega vel að fara að ráðum sóttvarnalæknis í þessum heimsfaraldri. Ráðherra gaf undanþágur frá hans ráðum núna rétt fyrir jól og ég heyri það sem að ráðherra segir hér á þessum fundi að hann vilji hlusta á þá sem vilja tjá sig um þetta mál. En ég vil þá spyrja hann, er komin stefnubreyting með nýjum heilbrigðisráðherra að efast ráð sóttvarnalæknis og svona setja aðra raddir við hlið hans þegar kemur að svona stórum ákvörðunum eins og bólusetningar barna 5–11 ára aldurs. Takk. Formaður, á ég að bregðast beint við? Já, gerðu svo vel, ráðherra. Já, takk Oddný og bara takk fyrir að fá tækifæri til þess að staðfesta það. Ég ber mjög mikið traust í sóttvarnalæknis og leita mikið til hans og bara tek undir það sem þú hefur sagt sko, þú sagðir varðandi hversu vel hann hefur reynst okkur í gegnum þetta allt saman og þessa stefnu sem við höfum tekið og þurfum að treysta á okkar helstu sérfræðinga í þessum efnum og reynst okkur vel og þá vil ég líka sko nota tækifærið og ítreka að í meginatriðum þegar við tókum við síðustu tillögum þá var farið eftir tillögum sóttvarnalæknis undantekningin kannski sem er stærst í því sem var ekki fylgt í hvívetna var sú tillaga að framlengja skólafrí grunnskóla 1 viku. Og það var nú kannski tekin sko út frá því að það hefur verið stefnan og línan allan tíman í gegnum faraldurinn að halda skólastarfi, tómstundum, barna og unglinga sem mest opnu í gegnum þetta og þá verið að taka matið út frá þessu sem kom fram hér áðan varðandi félagslega og andlega líðan barna og unglinga. Þetta nú kannski það sem ég vildi svara í þessu en ítreka að hann auðvitað sá aðili í þessu sem öðru sem við erum auðvitað treystum á faglega en það hins vegar þannig að það mikil ábyrgð sem hvílir á og ef maður myndi ekki taka við þeim góðu spurningum sem að koma fram hér og leita eftir sjónarmiðum annars staðar frá að þá myndi maður heldur ekki geta treyst jafnvel rökin sem að koma frá sóttvarnalækni. Það kannski það sem ég myndi kannski vilja bæta við þetta. En takk. Takk fyrir. Þá eru ekki fleiri á mælendaskrá. Ég til að við séum að komin að lokum þessa fundar. Er eitthvað sem gestirnir vilja bæta við alveg að lokum? Ég myndi bara vilja formaður þakka nefndinni fyrir að hafa tekið málið á dagskrá. Það er ofsalega mikilvægt fyrir okkur. Já, þá vil ég þakka hæstv. Ráðherra, heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórssyni fyrir komuna sem og öðrum gestum og þakka nefndarmönnum fyrir mjög málefnalegar spurningar og umræður og vil taka undir það að ég held að það sé mjög mikilvægt að nefndin geti tekið fyrir
og rætt ólík sjónarmið varðandi álitamál eins og það sem við ræðum hér, bólusetningar barna 5 til 11 ára. Þá þakka ég fyrir og sé fundi slitið. Kærar þakkir. Kærar þakkir. Takk fyrir fundinn.